Sæl öll og gaman að sjá ykkur, ég vona að þið heyrið í mér. Við ætlum bara að brjóta allar reglur og byrja hérna án sviðsforsta. Mér finnst það bara vel við hæfi líka. Já. Viltu ég kynni þess? Ef þú vilt, Stella mín, þá má þetta alveg gera það. Séum við ekki byrja að syngja afmælisönginn fyrir? Já, Svo við hérna lengjum þetta aðeins. Þið ráðið því. Er ekki eitthvað sem vil byrja? Takk fyrir þetta, mér finnst þetta alveg jafn vandræðalegt og börnunum finnst vandræðalegt þegar við gerum þetta fyrir þau. Ég sé hvaðan þau hafa það. En bara velkomin og gaman að sjá okkur. Og bara svo, af því að rektor er ekki og sviðsforseti er ekki á í algjörlega frjálsar hendur. Þannig ég ætla bara að segja mamma og pabbi, Darri, Arna, Aldís og Jón Páll. Þeir eru heiðursgestir hér í dag. Systkini mín og systkina börn, tengdafjölskylda, bara frábært að hafa ykkur, vinir og aðrir ættingjar, mjög gaman að sjá ykkur og starfsfélagar, bara frábært að sjá ykkur í dag og takk fyrir að fagna þessu með mér með þessum hætti. Það ætlaði að kynna starfsferil minn en þar sem að ég er nú svo heppin að gera rannsóknir á starfsferli fólks, þá ætla ég bara að byrja og hann getur þá bara ákveðið hvernig hann hefur þetta á eftir. En hérna, áður en ég byrja, þetta er kannski eitthvað sem gerist með aldrinum. Maður fer kannski svona að leita aftur í svona menningararfinn eða fortíðina eða eitthvað slíkt. Ég veit að fólk fer að lesa ævisögur og þess háttar. Og mér langaði að leyfa ykkur að lesa hérna eina vísu úr Hávamálum. Og svo ætla ég bara að biðja ykkur að hjálpa mér hérna í gegnum fyrirlesturinn að ákveða hvort að það sé eitthvað til í þessu eða ekki. Svona áður en ég kannski fer með ykkur inn í hinn svona alþjóðlega fræðaheim í rannsóknum á starfsferli. Ég gerir ráð fyrir að öll höfum fengið spurninguna þegar við vorum lítil. Hvað ætlar að verða þegar þú verður stór? Ef við höfum ekki fengið hann frá einhverjum öðrum, maður á alltaf að verða eitthvað. Þá höfum við örugglega fengið hann að spurt okkur að því sjálf. Hvað ætla ég að verða þegar ég er orðin stór? Og það að verða eitthvað er langt ferli sem byrjar leið og við fæðumst, kannski áður en við fæðumst. Og í þeim skilningi að verða eitthvað eins og prófessor, einhver svona titill sem er klingt á mann. Og ég fekk náttúrulega þessa spurningu sjálf þegar ég var lítil. Það er náttúrulega pabbi verið að spyrja mig að þessu. Þegar að við erum að huga að því hvernig maður verður eitthvað, hvernig starfsferillinn þróast og hvernig við veljum nám og störf, þá höfum við leitað í smiðju svokallaða einstaklings- og umhverfissálfræði. Og það eru annars vegar svona einstaklingsþættir sem hafa áhrif á það, til dæmis hæfni, gildismat og áhugi. Og hins vegar er það umhverfið, atvinnulífið, hvaða kröfur, hæfnikröfur gerir atvinnulífið, hvaða umbun er hægt að fá í störfum, það er til dæmis sumum störfum er hægt að fá góð laun, einhverjir sem kannast við það. Eða líka bara athafnina tengda störfum, hvað gerum við í starfinu, er það í sjálfu sér áhugavert? Og svona grundvallar hugmyndin í fræðanum er þessi, hún er alveg hundgömul og hefur svona þróast í gegnum tíðina, að ef það verður samsvörun á milli, ef við finnum svona samsvörun á milli þessara svona einstaklingsþátta okkar og umhverfis, þá verðum við ánægð og sýnum árangur í starfi. Það er svona grundvallar hugmynd. Við svona þurfum öll að finna okkar hillu, ekki satt, í lífinu. Og kannski svona leið að ég fer í gegnum minn starfsferil, ég ætla aðeins að tala við ykkur minn starfsferil og síðan mínar rannsóknir, sem er náttúrulega stór hluti af því.
að þá kannski að biðja ykkur að hugsa ykkar starfsferil og ykkar umhverfi sem að þið hafið aðlist upp í. Því við eigum öll starfsferil búin að eiga hann kannski frá því vorum pínu lítil, segja fræðin. Það sem er önnur grundvallarhlið á þessum fræðum er svokallað fræðin einstaklingamun sem er undirgrein sálfræðinnar. Og bara til að setja þetta í stærra fræðilegt samhengi, þá var það Galton 1900 sem að byrjaði að reyna, hann fór að mæla alls konar viðbragðstíma og þess áttar og sá að fólk er bara mjög ólíkt hvað þetta varðar. Og bara til að setja þetta í ennþá stærra fræðilegt samhengi, bara Galton var frændi Darwins. Þannig að sér líka náttúruvísindalega hugsun, við erum að taka þarna upp aðferðin náttúruvísindara. Og upp úr því þróast sálfræðileg próf, mælingar og mat og bara fyrir gömlu félagar mín í sálfræðinni og núverandi, náttúrulega Wundt og Binet og Kattel og þeir voru þvælast milli Evrópu og Bandaríkjanna. Og þarna inni er líka svokölluð persónuleikasálfræði sem er mjög stór grein sem ég mun segja ykkur aðeins betur frá. Og mín litla undirgrein sem heitir sálfræði starfs, sem er bara pínu lítil grein, má sín kannski ekkert mikils í þessari flóru og ég segi ykkur aðeins betur frá því. En náms- og starfsráðgjöf byggir að miklu leyti á sálfræði starfs, hugmyndir sem þaðan koma. En aðeins í minn eigin starfsferil og vonandi get þið aðeins hugsa ykkar í leiðinni, það umhverfi sem að ég ólst upp í, það var Kópavogurinn, ég hef bara gengst við því bara hér og nú. Og hann ól mig vel upp að mörgu leyti og ég gekk í Kópavogsskóla og mikið sérstaklega gaman að sjá Jónu Möller sem var kennari minn þar á þeim tíma og kannski hefur hann ekki órað fyrir því árið 1978 að hún yrði svo fyrirmynd sem hún hefur orðið í mínu lífi. Þarna kom ákveðin kona og sanngjörn og mér fannst hún bara æðisleg. Og fyrirmyndir í lífi manns skipta mjög miklu máli og það var fólk sem verður á vegi manns. Bara takk fyrir það. Annað sem hafði mikil áhrif á líf mitt, það var skiptistöðin í Kópavogi. Þetta var pönktíminn og það voru engar félagsmiðstöðvar krakkar. Þar áttum við að vera. Þar ól maður manninn og eyddi bara miklum tíma á skiptistöðinni. Mjög miklum tíma á skiptistöðinni. Í undirgöngunum og annað. Eitthvað af þessu kroti gæti verið frá mér líka. Og ég hef aðeins verið að átta mig á því betur ég hef tekið að mér ýmis trúnaðarstöður sem Daði ætlaði að segja frá. Fyrir háskólann og ég sé það þegar ég horfi tilbaka að þessi tími á skiptistöðinni var mjög góður undirbúningur. Þar þarf maður bara að vera harður, kjaftfor og aldrei að missa kúlið. Og það er alveg það sama í stjórnun við Háskóla Íslands. Það er það sem blífur. Enda veit ég að Jón Atli, hann er rektor, hann er gamall pönkari eða áhugamaður pönk. Ég fór síðan í menntaskólann í Kópavogi og þar bara hitti ég frábæra kennara og sem að líka hafði mikil áhrif á líf mitt. Og langar með þess að nefna Jónu Páls og Garðar Gísla. Garðar Gísla kenndi mig sálfræði og ég hugsa að það hafi haft mikil áhrif á það að ég fór í sálfræðina á sínum tíma. Hann bara gerði þetta allt svo áhugavert, skemmtilegt. Það var kannski annað en hægt var að segja líffræðikennaran sem var annars ágætur. Og eins og þið sjáið þarna í Kópavoginum svolítið mikið grjót. Kannski er þetta svolítið hrjóstrugt, ég veit það ekki, en ég ólst þarna upp mestu leyti. En ef við komum aðeins í nærumhverfið, fjölskyldan, það er náttúrulega líka mikil áhrif og þær eru systur mínar 4 sem þið sjáðu í miðjunni. Fyrirgefðu hrund, það var engin mynd af okkur öllum 4 saman. Það er yngsta, hún er alltaf svona pínlítið, kannski til hliðar. En það sem hafði líka mjög mikil áhrif í uppvextinum, ég held að það sé 2. Mamma var með barnaheimili og einkarekið barnaheimili frá 1970 í Kópavoginum. Það voru alltaf svona 40 börn í húsinu. Og mér hefur alltaf fundist börn alveg bara merkilegasta fólk í heimi og skemmtilegasta fólk í heimi. Þú veist ekki aðeins ekki að pílítið þreytt á þjóna mínum eigin börnum, en það er önnur saga. Og ég held að þetta hafi haft mikil áhrif á mig. Líka
eins og kannski þið kannist við þess að bókatitla frá þessum tíma sem voru til inn á flestum heimilum manns líka, menn AB Time Life bækunar. Þetta var eina svona sem að við höfðum til að lesa. Þetta voru ekkert sérlega aðgengilega bækur fyrir börn. Svona bara fræði og ýmislegt og maður lá svolítið í þessu. En það var nú kannski ástæða fyrir því ég var mjög verklöt. Og systir mín að kunna margar sögur af því þegar ég var að koma mér undan heimilsverkum. Þannig að ég reyndi að grípa í bækurnar eins mikið og ég gat og nota ýmsar afsakanir til að koma í veg fyrir það að sinna þessum heimilstörfum sem við 4 systurnar þurftum að skipta á milli okkar á heimilinu. Þannig, og pabbi, hann líka alltaf áhugamaður vísindi og þess að við til dæmis og íslenska menningu og bókmenntir og mamma líka. Og ég held að þarna börnin og þetta tvennt, einn daginn bara, það ekki svona hugljómin. Það ekki aldrei jafn heppni með það að fara í sálfræði, vísindin mannin. Kannski líka því ég var alltaf að reyna að skilja þessa fjölskyldu sem ég bjó með. Hún er svolítið flókin. En síðan tekur við menntavegurinn upp úr menntaskólanum í Kópavogi. Ég kem í sálfræði í Odda, þannig ég er komin aftur hingað. Hér er saga mín í háskólanámi í þessar byggingu og þess vegna vildi ég nú endilega vera hér í dag. Og ég fer síðan til University of Illinois, Champaign-Urbana og það er nú bara ein ástæða fyrir því að ég komst þangað inn. Hún heitir Mikael M. Karlsson. Hann sá að koma fólki inn í bandaríska háskóla á þessum tíma. Neitunarbréfið var á leiðinni í pósti, maður var búinn að senda einhverja 10 skóla, kunni ekkert í þessu. Þá hringdi bara Mike og tróð manni upp á einhvern prófessor hann í Illinois sem var búinn að sitja uppi með mér síðan. Þannig ég á honum mjög mikið að þakka. Og náttúrulega gömlu kennararnir mínir hérna í sálfræðinni, Sigurður og Friðrik sem þið þekki nú mörg sem eru hér og eru hér ennþá Sigurður, Friðrik því miður látinn og Erlendur Haraldsson. Ég var mjög heppin, ég fekk að vinna með hann Erlendi Haraldssoni. Við vorum að vinna hérna í rannsóknum á endurholdgun ein jólin. Ég er ekki að djóka, það var jóladagana. Og síðan Sigrún Aðalbjarnar sem situr hérna með okkur í dag, sem ég fekk líka vinna í rannsóknum hjá. Og auðvitað Stella hafði verið með henni líka, þannig að það var mjög gaman að koma inn í það. Þannig að þarna fekk maður reynslu af því að vinna rannsóknum hjá þessu góða fólki. En, skoðum þetta aðeins nánar. Sjáu þetta. Ef við förum aftur inn í fræðin, hvaða einstaklingsþættir eru það sem að hafa áhrif á starfsferil? Ef við skoðum hérna fyrst, þetta er svona módel, svona samþætt líkan frá þeim félögum hérna og þeir eru að tala að það sem hefur áhrif á starfsferil er náttúrulega bæði einstaklingur og umhverfi eins og við talaðum á hann og þetta er í svona dýnamísku sambandi alveg í gegnum lífið allt. Það er það sem við köllum persónuleiki, personality. Og persónuleiki, þar komum við aftur að Friðrik heitnum. Hann gerði rannsóknir á persónuleika þáttum sem eru svona stóra einstaklingsþátturinn í fræðunum. Hún bara snýst allt Big Five eins og er kallað, stóru 5. Og hann þýddi þetta held ég því kannski hjálpi mér úr sálfræðinni. Ekki samviskusemi, samvinnu þýði og Arna mín til dæmis hún fæddist ósamvinnu þýð. En hún hefur lagast mikið. Openness to experience, hvað er það? Víðsýni, já, víðsýni, já. Og síðan útkverfa og innhverfa. Til dæmis maður minn og yngsta dóttir þau eru með útkverf og svo erum við með einn sem er mjög innhverfur fjölskyldunni að maður vekur aldrei athygli á innhverfu fólki. Þannig ég sé ekki að segja hver það er. Og síðan taugaveiklun, ég held að það sé ekki við taugaveikluna. Sumir kalla það tilfinningalegur stöðugleiki og það er mjög þekkt í minni fjölskyldu. Þið sjáu þarna segir líkaninn þetta eru svona líffræðilegt í grunninn þó menn deilu það og auðvitað einhver blanda af
erfðum og umhverfi, en það talað valdastaða taugaveiklunina í minni stórfjölskyldu. Síðan komum við á svona sálfræðilegum hugsmíðum. Ég held að flestir svona gamlu vinir mínir í sálfræðinu sé alveg komnir þangað upp úr atferlisstefnunni, er það ekki? Jú. Og það eru markmið, gildi, trú á eigin getu, aðlögunarhæfni, við gert einmitt rannsóknar á því með Guðbjörgu Vilhjálms og svona bara þroskaverkefni ýmiss konar. Og hérna er áhugi, ég ætla að segja ykkur meira á honum á eftir. Þið vita alltaf hvað áhugi er, eða ekki? Hér er sjálfsmynd, við hefum aldrei mátt segja einu svona sjálfsmynd hérna 1986 í þessu húsi í sálfræðinni, en bara segið án skamma núna. Og hérna starfstengd sjálfsmynd. Síðan, að því ég var að segja ykkur áðan að þetta fag er mjög svona gamaldags og svona positivistist, alveg bara velgrundað í vissuhyggjunni, en svona fyrir ykkur hinn sem eru meira Spútnik eins og þjóðfræðin og svona, þá erum við að verða pínu lítið meira postmodern hérna með narratífuna eða frásagnarsjálfið og merkinguna og slíkt. Lífsþemun og þess að það. En þetta eru svona þeir einstaklingsþættir sem við teljum að hafi mest áhrif á starfsferilinn. Og ég ætla að segja ykkur frá mínum rannsóknum, þær eru bara allar hérna í þessu litla boxi hérna af stóru myndinni. Það er búin að vera bara síðastliðin 20 ári eða. Tekur allt voða langan tíma líka. En skoðum aðeins, hvernig metum við starfsáhuga? Jú, við notum áhugakannanir. Og þar kemur önnur mjög mikilvæg fyrir mín. Sölvína Konráðs, hún kynnti erlendar áhugakannanir í náms- og starfsráðgjöf hérlendis á 9. áratugnum. Og þó að með að segja allt gott Friðrik heitinn og Sigurð að segja, þá fannst mér hún langflottust. Mig langaði að læra það sem hún kunni. Og fór þar að leiðandi í ráðgefandi sálfræði. Og við höfum búið til íslenska áhugakönnun. Heima hjá mér stundum talað fjórða barnið með fjórða manninum, Bendill. Og en það er nú fleiri sem koma að þessu verki. Það var til dæmis, það er James Rounds sem ég vann með í Illinois, segur aðeins meira frá honum eftir. En hann er líka svolítið mikið introvert, þannig að það er engin myndið en eitt svo leys. En það var Manfred Lemke sem var í Kennaraháskólanum, Árni sem situr hér og sér allan hugbúnaðarhlutann. Nú reynir á hvort að virki linkurinn hjá okkur því sína. Og Arna sem situr hérna líka. Og Svala sem var með mér fyrstu 2 árin. Það er sem vorum að dunda okkur við þetta. Og bara mjög gaman að hafa ykkur hér með þetta. Og svo Steinun Harpa sem er fyrir norðan. Og Katrín Ósk sem er í Noregi. Og svo ýmsir aðrir sem hafa komið að þessu verkefni. Þetta er svona sá hópur sem hefur verið mest að þessu í gegnum árin og auðvitað hefði ég aldrei getað gert þetta án náms- og starfsráðgjafana í Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands. En hvernig metum við starfsáhuga? Það er ekkert voðalega flókið. Við notum athafni tengda störfum og starfsheiti ykkur bara sýna ykkur þetta eins hvernig þetta lítur út. Biðjum bara fólk að segja hversu vel þeim líkar eða líkar ekki störf eða athafni tengda störfum sem tengjast vinnumarkaðnum. Þetta geti ekki alveg svarað þessu svona af hjartans list. Bara mælum þetta. Svona eins og í náttúruvísindunum. Ég vil leggja svolítið áherslu á þetta því að pabbi er enn að jafna sig, ég fór ekki í verkfræði. Ég var eini strákurinn á heimilinu. Endaði í sálfræðinni. Þannig þetta líkur nokkuð ljóst fyrir þið, ekki? Það má eiginlega segja að þessi kenning Holland sem ég sé frá 1959, hún hefur eiginlega verið ráðandi hvað áhugið merkir.
En ég held við vitum alltaf ef við bara hugsum smá stund, hvað er áhugi? Ef við höfum áhuga á einhverju, þá byrjum við á því að veita því athygli, ekki satt? Og við getum verið rosalega lengi að gera eitthvað sem okkur finnst áhugavert og það sem er kannski skemmtilegt við það er að við bara svona gleymum okkur. Upplifum það sem kalla hérna svona flæði, ekki satt? Flow er voðalega vinsælt núna í jákvæðri sálfræði. Holland segir að við getum talað að áhugi skiptist eða starfsáhugi, við erum alltaf að tala starfsferil í 6 svið. Og það er handverksvið. Þeir sem eru á handverksviði, þeir komu hérna inn og svona skoðuðu vel hérna hvernig þetta er, húsgögnin og uppsetningin og svona sáu kannski eitthvað bilað, var einn bilaður stóll sá ég hérna á þann og þeir geta ekki beðið eftir því að komast ég að gera við þetta. Þeir sem eru á vísindasviði, allar heimildirnar á glærunum eru fyrir þá og þeir geta ekki heldur beðið eftir að fá að spyrja hérna einhverja mjög gagnrýninna spurninga þessar rannsóknir. Síðan eru þeir sem eru á listasviði, þeir eru búin að taka út klæðnaðinn og gjörsamlega miður sín yfir klausturlegum myndum á hérna glærunum, sem ekki svona fagurfræðilega vel uppsett. Og þeir sem eru á félagssviði, þeir eru bara voðalega glaðir að þeir eru margir hérna og þeir geta ekki beðið eftir að komast í partíð á eftir. Og þeir sem eru á athafnasviði, þeim finnst þetta fullkomin tímaeyðsla. Sjáu að sé hægt bara að einkavæða þessa náms- og starfsráðgjöf sem við erum að tala hérna og svo eftir í partíinu ætla að reyna að sannfæra okkur öll hinum að það sé best að fara þá leið. Svo eru þeir sem eru á skipulagssviði, þeir eru nú kannski ekki alveg nógu ánægðir með skipulagið hérna og hérna klúðraðist með sviðsforsetann áðan. En svona, og þeir eru líklega svona að taka eftir því að það eru einhverja villur í heimildaskránni í bæklingnum sem er gefin út. Holland segir ekki bara að áhugi skiptist í 6 svið, að sé hægt að lýsa áhuga fólks eða starfsáhuga samkvæmt þessum 6 sviðum. Hann setur fram svokallaða formgerðarlíkan og segir sviðin tengjast með ákveðnum hætti. Þannig að þeir sem eru á handverkssviði, þeir eru líkari þeim sem eru á vísindasviði. Getið þið lesið þetta hérna? Nei, settu þetta aðalega, nei, þetta er minna hérna en ég hélt. En aftur á móti þeir sem eru á handverkssviði og félagssviði, þeir eru mjög ólíkir. Þannig að formgerðarlíkanið skiptir mjög miklu máli að mörgu leyti. Það bæði hjálpar okkur að skilja hvað er starfsáhugi, hvernig metum við hann, hvernig setjum við fram niðurstöðurnar fyrir fólk og hvernig notum við hann í áframhaldandi rannsóknum og segir til hvað er líkt og hvað er ólíkt. Og Prediker, hann hefur minnst alltaf skýra dálítið vel, bætt við svona 2 vítum, svona einfaldar það eins. Hann segir annarkvort hefur fólk áhuga að vinna með hluti eða fólk, gögn eða hugmyndir. Einhvers staðar á þeim vítum lendir við, þessum 2. Og ég held að flesti geti svona máta sig við það. En þetta er bendil þarna í hinum minn, eins og við erum búin að útfæra þetta á Íslandi. Þetta er náttúrulega, af hverju starfsáhugi? Af hverju erum við að rannsaka starfsáhuga? Af hverju skiptir það svona miklu máli? Þetta er náttúrulega hagnýtt, þetta hefur verið hagnýtt gildi. Við notum þetta til dæmis áhugakannanir í náms- og starfsráðgjöf. Þetta eykur sjálfskilning og annað sem það gerir, það hjálpar okkur að tengja áhuga við námsframboð og vinnumarkað. Og nú kemur aftur smá spennandi á því hvort að við erum að uppfæra kerfið, hvort það virki hjá okkur, er þetta ekki hérna? Þannig að það sem við geta gert er að þau geta leitað að háskólagreinin til dæmis þegar þau eru að klára framhaldsskólann út frá sínum áhugasviðum. Þannig að þau vita hvar þau að byrja og upphafspunkturinn er þú og það sem þú hefur áhuga á. En þau vita ofta ekki, það er ekkert allir sem fá svona hugljómun eins og ég fekk á sínum tíma. Og svo geta þau smellt á og mögulega virka linkurinn, mögulega ekki, og skoða sálfræði.
koma konurnar sem eru búin að leita sviðsforsta. Og annað líka, náms- og starfsráðgjöf lögbundinn réttur bara flestra þegna. Það nokkuð skýrt í lögunum ekki réttheimastelpa fyrrverandi formaður félagsins. Þetta nokkuð skýrt í lögunum. Það geta allir farið leita náms- og starfsráðgjafar og hún fer fram í grunn- og framhaldsskólum og háskólum og öllum þessum stöðum og og án þessa fólks og það algjörlega á hreinu að þau sem að vinna þarna náms- og starfsráðgjafarnir að þeir hafa, ég veit það, ekki gefið nokkur manni ill ráð frá eigin brjósti. Það eru vel þjálfaðir í því að gefa fagleg ráð og reyna að skilja einstaklingin út frá þeirra forsendum, ef við förum aftur í háamálin. En rannsóknir á starfsáhuga, þar sem ég búin að dælja síðastlega 20 ár, meira og minna, hefur líka fræðilegt gildi og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeim rannsóknum. Og þegar ég kem til James Rounds, sem hans nemandi, sem að Mike var búin að pína hann til að taka mig. Ég veit að ég var síðasti nemandinn inn og ég fekk að heyra þessa sögu oft ef ég var með eitthvað vesen. Sem ég var náttúrulega með. Þeir voru að skoða, þó kenningin hefði komið fram hann 59, það var ekki almennilega búið að prófa hvort það virkar. Þetta raunsönn lýsing á starfsáhuga? Og þýðir lýsilíkan best formgerð áhuga, það svona vísindalega framsetningin á þessu. Við vorum líka að skoða á þessum tíma svona þriðjuvitina í starfsáhuga, þetta tvívítt líkan, fólk og hlutir, hugmyndir og gögn í raun og veru. Og það sem ég hef verið að skoða, síðan flutti að hinga heim til að prófa, það sem að Sölvína flutti inn á kenning Hollandsvið á Íslandi. Sölvína hafði verið að gera rannsóknir sem voru aðeins annars eðlis á sínum tíma þegar hún kom inn. Og líka tengst áhuga við aðra einstaklingsþætti. Ég ætla að segja ykkur aðeins stuttlega frá því, svona meðan við bíðum eftir sviðsforsta. Á kenning Hollandsvið á Íslandi, það svona það sem ég hef verið lengst í. Og kenningin kemur fram 1959 meðal svona milli stéttar aðalega hvítra Ameríkana á leiði í háskóla, college hjá þeim. Og allar kenningar, allar hugmyndir eru menningarbundnar. Þetta eitthvað sem við höfum kannski verið með duglega að huga að í sálfræðinni. Við vorum ekki duglega að huga að því 1986. Ég meina, Ísland og Bandaríkin líka ólík? Ég bara bið mannfræðingana að fyrirgefa mér núna. Ég veit að þetta mjög svona gróf hugmynd menningu. Horfi á þau þarna, kollega mína. En við erum bara ekki komin lengra en þetta í sálfræðinni með það. Ég veit ekki, hvað finnst ykkur þetta líkt og ólíkt? Ég veit það ekki. Kannski margt líkt og annað ólíkt. Þannig að þeir gátu lítið hjálpa með þetta þarna í Illinois, þurftu nú að leita sjálf að einhverju til að geta svarað þessari spurningu. Og það sem að mér fannst hjálpa mér mjög mikið við að hugsa þessi mál og það sem við vorum að gera á Íslandi, bæði hagnýtt og fræðilega, var að leita í smiðju svokallaðar sálfræði rannsóknir í menningarlegu samhengi eða cross-cultural psychology. Og þar tala menn að við getum gert annars vegar etikrannsóknir eða emikrannsóknir. Jónín er búin að loka tölvinu sem þetta endar, hún í mannfræðinni. Annars þessar etikrannsóknir, það sem bara erlendar og oftast bandarískar, af hverju bandarískar kenningar? Þeir bara eiga þetta svið. Það var átt þetta svið, þetta snýst bara stríðið held ég, hvernig hlutinni þróast eftir það. Kenningar þegar það eru erlendar kenningar, líkun og mælitæki innflött, þýdd og lögð fyrir. Punktur basta. Engin aðlögun, engin menningarleg aðlögun.
þannig að spurningarnar eða atriðin eins og því sáu spurningarnar áðan endurspegla ekkert endilega tiltekið svið vinnumarkað þess og í áhugakonum þá komum við fram, það var svona spurningar her. Við vorum ekki meira en her á Íslandi. Eða fengum við ekki að fara í þann sem var hérna. Og þetta kemur í veg fyrir að við getum skoða menningarbundna hliðar á sálfræðilegum hugsmíðum. Þú veist, halló, við erum sálfræðingar, við bara erum alltaf að skoða fólk og við bara lítum á það þannig það bara eigi við allstar. Eða á við í Ameríku, út á kornakri þar, í miðri Ameríku, þá á það bara við allstar. Það bara þannig sem sálfræðingar hafa hugsað. Mjög mikið. En hins vegar þessi emigleið, það að þróa atriði sem endurspegla sviðið í tilteknu landi, byrja þar, fara onni í grunninn, þróa matstæki frá grunni, prófa innflytta kenningar í nýju samhengi, þetta bara empírísk spurning, virkar kenning Hollands á Íslandi, og þróa líka svona menningarlega ræm líkun og kenningar. Og við gerðum þetta, við byrjaðum þessu. Og við notuðum Strong og fengum einmitt gögnin frá Náms- og starfsfólki Háskóla Íslands og beittum svona etískri nálgun og vitum menn, þetta kom allt saman mjög vel út og þarna aðferðfræði nördar vitið alveg hvað svona tölur þýða. Við erum alltaf að reyna að komast að einum. Þetta er svona bara stöðlugildi einhvers konar fit eða mát stuðlar einhvers konar og það einnig að gögnin falla fullkomlega líkaninu. Og þetta bara gengur mjög vel á Íslandi. Það er bara kenning Hollands. Smellpassar en ekkert endilega í öðrum löndum og jafnvel ekki meðal etnískra minnihlutahópa í Bandaríkjunum. En við getum líka bara að skoða þetta myndrænt, sjáðu þetta. Það er hérna RIASE á enskunni, ég er svolítið að blanda saman enskunni og íslenskunni og spurning hvað myndir ég átti til. Og þetta er alveg rétt eins og við bjóumst við, nema R-ið og I, fólk er ekki að greina á milli handverksviðs og vísindasviðs. Einhverjum þetta, Íslendingar eru ekki að því. Þegar þeir segja hver áhugið þeir er. Og þetta er Strongin og konur og þetta er í leit að starfi og kallar, þetta er ekkert eins og þetta á að vera. R-I-U, það á að koma A-S, það er eitthvað skrítið og svo C og E saman, alltaf einhver vandræði að ganga með kallkynnið. Þarna. Þannig að þetta voru svona, jú, við fengum það staðfesta hluta og sérstaklega með Strongin en síður með í leita starfi sem hafa verið minna þróuð og svona aðeins eitthvað misjætt eftir körlum og konum. En þetta var svona mjög í áttina að staðfesting á því að kenning Hollands segi við. Þannig við ákvaðum að nota, við vorum ekki alveg ánægð með þetta. Venjulega eru vísindamenn bara mjög ánægðir ef þeir fá kenningarnar staðfestar. En okkur fannst við ekki hafa gert nógu svona öfluga prófun. Þetta var svona frekar veik prófun. Þannig við ákveðum að beita svona emískri nálgun. Og það bara, ég veit ekki hvað er að gerast hérna. Þetta er ekkert í líkingu við kenningu Hollands. Það er R-I-U-C hérna. Munið þið gögn og hugmyndir. Það er eitthvað vesen með Íslendingana þar. Og já, svo sjáum við líka atriðin hérna, en það er nú aðalega þessi stóru punktar sem skipta máli. Hún var bara ekki, við vorum ekki að fá hana staðfesta. Og munið eftir þessum tveimur vítum hana, sem predikar kom með, fólk og hugmyndir, gögn og fólk og hlutir og gögn og hugmyndir. Við fáum fólk og hlutir, þetta er líka mjög kynjuð vít. Konur hafa áhuga að vinna með fólk og kalla með hluti svona, sem er líka vandræðamáli í þessu öll saman. Og síðan fengum við hins vegar önnur víti, var lítil og mikil virðing. Sem er svolítið kannski önnur hugmynd heldur en við höfum Íslendinga virðingarstað að starfa skipta okkur svona miklu máli. Og hafi svona mikil áhrif þegar við erum að svara hvort okkur líka störf eða ekki. Svo fengum við einhverjar tvær vítir mjög skrýtnar viðbót sem við vitum ekki alveg hvað það er. En svona fyrsta túlkun annars vegar var svona náttúrutengt störf og störf í sköpun og hins vegar svona sem snerist að athafnalífi og efnahagslegum gæðum. Þetta var hérna heldur fyrir hrun sem við vorum að safna þessum gögnum. Gæti verið eitthvað tengt í einhverja svona togstreitur í samfélaginu sem birtist í þá fólkinu sjálfu
og síðan þjónusta versus náttúruvísindi og það virðist vera, við erum að sjá það aftur og aftur, náttúruvísindin hafa einhver voða sérstöðu í hugum fólks. Ég horfi nú hérna á eina vinkonum mína sem einmitt efnaverkfræðingur. Að það bara einhver mjög lítill hluti fólks að því við erum að vinna af aukinni tækni, menntun og að fólk fari meira í náttúruvísindin, vil ekki kalla raungreinar. Að þetta virðist hafa einhverju sérstöðu í hugum fólks þegar allavega að svara könnunum af þessu tagi. Þannig við vitum ekki alveg hvað að gerast þarna og leitum þess vegna svona aftur í það sem við kallum sértæk áhugasvið og Árni ekki allt í lagi notið þessa mynd. Við erum búin að vera aðeins að leika okkur með þessa mynd. Það sem við vorum búin að vera að skoða líka, það ekki bara þessi 6 almennu svið, heldur vorum við búin að skipta starfsáhuga niður í 35 svona sértæk svið sem endurspegla þá vel íslenska vinnumarkað. Það er alveg hefð fyrir því. Og að mæla að segja að Holland byggði sitt líkan á rannsóknum sem að Guilford hafði gert eitthvað áður og með svona sértækum sviðum. Þannig að við erum kannski komin aftur bara svolítið í grunninn. Og það sem að við höfum verið að skoða svona formgerðina, farið svona eiginlega tilbaka og skoða hvað kemur ef við skoðum þetta bara á Íslandi. Og við erum komið með svona, hvað við segja, frumgerð af mögulega nýju íslensku líkani, þar sem eru 8 svið sem lýsa þessu betur og þarna sjáum við til dæmis að líf og náttúruvísindin eru alveg í sérkategóríu sem að þau eru ekki svona í hugum Bandaríkjanna og við erum að vinna ennþá í þessu, ég og Arna Pétursdóttir sem er hérna líka í dag. Við erum sem sagt að safna gögnum í samvinnu við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Eyrún er þar í stjórn og situr hér, góð vinkona mín. Og okkur langar að prófa þetta líkan. Það er svona næsta skref hjá okkur. Er þetta líkan virkilega að virka á Íslandi? Og þarna erum við líka svona, við erum ekki með hringinn eða mögulega ekki. Við erum ekki alveg búin að svona ákveða hvaða leið við förum. Annað svona sem við höfum verið að gera fyrir utan að prófa formgerðina er að skoða tengsl og þróun persónuleika, áhuga og markmiða. Og ef við förum aðeins aftur bara inn í myndina. Ok, það sem ég var að segja ykkur frá hérna, það er bara áhugi. Og að afmarka allt saman. En það sem við erum farin að skoða núna, ok, persónuleiki er stóra breytan í fræðunum. Við komum úr svona lítilli undirgrein. Það sem okkur langar að sýna er, heyrðu, áhugi skiptir líka bara mjög miklu máli og ekki síður heldur en persónuleiki. Það er allar rannsóknir hérna á þessum stóru 5. Það sem við höfum verið að skoða eru tengsl, persónuleika, áhuga og sjálfsmyndar. Tengsl, persónuleika, áhuga og markmiða og hugmyndin er að skilja betur hvernig þróast sjálfsmyndin í samskiptum við umhverfið. Og þið sjáu hérna í líkanum, þó við erum voðalega lítið búin að vera að tala umhverfið að þegar ég er sálfræðingur, þá er það hérna inni í líkanum líka. Við erum alltaf í þessu samskiptum við umhverfið. Og það sem við sjáum er að áhugið skýrir 4 af 7 lífsmarkmiðum með íslenskra og bandarískra ungmenna umfram persónuleika. Og við erum að tala 25–35% í öðru sem er svolítið stórt fyrir þau ykkar sem að þekkið aðferðafræðina. Og 21–24% af félagslegum markmiðum og 18–19% af efnahagslegum markmiðum. Það er þeir sem að vilja komast vel af efnahagslega og 10–16% af samfélagslegum markmiðum. En persónuleiki eftir á móti, hann er bara að skýra 8–13% umfram áhuga í allt öðrum markmiðum sem meira tengt bara svona okkar persónulega lífi eins og sambandsmarkmiðum, sældarhyggju, veitir hvað sældarhyggja er? Það er bara svona að vilja hafa skemmtilegt í lífinu.
og menntunarmarkmiðum. Fólk hefur ólík markmið með lífinu. Og þetta eru rannsóknir sem við erum að gera áfram með James Rounds og hans nemendum með aðstoð Ínu Bjarkar og Söndru Hlín og Katrín Ósk og Arna hafa líka verið í þessu. Og við erum að fara í kjölfar Þjóðverja og Amerikana sem hafa verið að skoða þessi mál. Þetta er það sem við erum í núna. Þannig við erum aðeins að reyna að skoða betur dýnamíkina á milli þessara þátta og hvernig það breytist yfir tíma. Við höfum til dæmis verið að prófa þetta líkan sem er svona miðlunarlíkan. Persónuleiki hafi áhrif á áhuga og sé svona miðlað í gegnum áhuga yfir á markmið. Og það sem er kannski mikilvægt fyrir ykkur að vita, við erum núna bara að skoða markmiðin en við vitum að persónuleiki hefur mikil áhrif á það bara hvernig okkur vegnar í lífinu. Það eru mjög skýr tengsl við alls konar, hvað verður okkur í lífinu. Til dæmis hvernig okkur gengur í vinnu, hvernig okkur gengur í hjónabandi og þess aftar. Og við vitum það líka með áhuga. En áhuga er ekki síður að hjálpa okkur við að skilja það sem gerist í framtíðinni með það. Þetta líka er samt ekkert að koma með neitt mjög vel út. Líklegast er þetta ekki svona, þó að þetta módel gefur til kynna að persónuleiki sé svona meiri frumforsenda og áhuginn komið seinna. Þó að þetta sé ekki orsaka líka. Þessi þróun okkar á Bentley, hún hefur leikið algjörlega lykilhlutverk í því að afla gagna í rannsóknir. Án Bentley svo hefðum við ekki getað aflað þessara gagna í rannsóknir. Og allt þess góða fólk sem hefur verið að vinna með mér í því hér á Íslandi. Við erum búin að safna gögnum í langtímarannsókn. Við erum með gögn þegar krakkarnir eru 16 ára, getur vel verið einhverja krakkum með þeim fædd 1990, sé í þessu úrtaki. Og aftur þegar við vorum 18 ára spurjum þau áhuga, persónuleika og lífsmarkmið og líka hvað þau gera. Draumurinn hjá okkur er að tengja þetta við það sem gerist í raunveruleikanum hjá þeim. Síðan þau voru 22 ára og svo þau voru 24 ára. Þannig að þetta eru flókin gögn sem ég sendi aðalega út bara til Illinois til þess að láta vinna úr. Það er mikið af þessum nemendum eru mjög flinkir í því. En munið, við byrjuðum með spurninguna, hvað ætlar að verða út orðin stór? Sum okkar verða aldrei stór. Þetta snýst þróun sjálfsmyndar sem er líka hérna í líkaninu sem ég sýndi ykkur áðan. Þróun starfstengdar sjálfsmyndar sem byggir á þessum einstaklingsþáttum meðal annars persónuleika, áhuga, hæfni og öllu þessu sem talið upp þarna og talið hafa mikil áhrif á það. Og það þróast í samskiptum við umhverfið yfir tíma og reynsla er líka svona forsenda þessara þróunar. Við verðum að fá að geta prófað okkur við hitt og þetta þess að finna út hver við erum. Og það er bara mjög mikilvægt að samfélagi skapi þá líka tækifæri fyrir alla til að til að fá að reyna sig áfram, koma að því hver við eru. Og ég held að við öll í náms- og starfsráðgjöf leggjum mikla áherslu á það. Þannig við raunverulega við spurningum hvað það verður hún stór sem að breyti síðan í, er það ekki í okkar samfélagi, hvað gerir þú? Það sýnir okkur við erum raunverulega, þegar við erum að velja okkur námstörf, þá erum við að tjá okkar sjálfsmynd. Og getum þá kannski svarað þessu spurningu, hver er ég? Ég er prófessor. Og bara svona að við byrjum þetta með smá tilraun hérna. Eða smá, ég ætla að biðja ykkur að kanna með mér hvort að þetta vers úr Hávamálum hefði verið auka styðjast. Er þið sammála því að það sannist hið fornkveðna? Komist á sem niðurstöðu ég? Að sáir sæll er sjálfur á lof og vit meðan lifir.
því illráð hefur maður oft þegið annar brjóstum úr. Mér langar svona bara í lokin, það var að sleppa ykkur, að og áður en ég býð ykkur upp í veitingarnar, að tilenga þennan fyrirlestur tengdaföður mínum sem lést núna í lok janúar. Ég veit að hann var sæll maður í lifanda lífi og hann lét sig engu skipta álit annarra, heldur fylgdi sínum áhuga og ég er alveg viss að hann hefur ekki tekið nokkur ill ráð úr annar manna brjóstum nokkurn tímann. Takk fyrir. Sif sagðist að sleppa okkur en það er ekki víst að við viljum alveg sleppa henni. Eru einhverjar spurningar sem þið viljið beina til Sifjar eftir þennan skemmtilega og fróðlega fyrirlestur? Takk fyrir það, Sigur. Systir mín og besta vinkona. Ég byrja á systurinn út af því að ég sagði að segja áhættu minna. Þú nefndir það og komstina með starfsáhugan og starfsánægju og það er svolítið, hvað ég segja, það veitir strax áhugamyndu og þannig ánægju og það getur að þannig ánægju í starfi. Ég er svona þess að fræða visnast. Ertu ánægju í starfi? Alltaf nema mánaðamótin, þá er ég mjög ánægð. Ég bara gleymi mér alltaf, svo kom hann með mánaðamótin og það. Já, ok, svo heldur maður bara áfram. Já, mjög ánægð í starfi, takk fyrir það. Stella? Já, ég er alveg svo gáð alltaf með Sigurður að tala það og við höfum oft rætt þetta með universal kenningar. Og það universal og okkur finnst það ekki, við erum alveg samfærið það. En ég er svo magnað þú ert að sýna formgerðarlíkanið og við fáum svona samt sem áður svona við fyrstu sýn hvort þið bandarískt líkan. Jú, kenningin styrka nokkuð vel hjá okkur, betur hjá okkur eftir við mörgum. Og ég man þegar Guðbjörg var að kenna mér náms- og starfsfræði að reyna það í gamla dag. Þá var oft verið að tala það að við værum með svo fá störf á Íslandi í raun og veru. Miklu minni sérhæfingur eftir við til dæmis Bandaríkjunum og ég man að það tala um 500 störfi eða við 50.000 störfi eða eitthvað álíka. Og aftur talaði þetta í dag að við göngum það í allt verk og við erum svo duglega fyrir reyndar ekki í framleiðinni en það er maður sagt. Að kemur þetta samt vel á óvart hvernig getur við verið líkari Bandaríkjunum en önnur Evrópu? Hvaðan kemur það? Það getur áhugi okkar verið líkari. Reynsla okkar verið líkari öðrum Evrópum neður Bandaríkjunum. Sko, ef þú hefur verið með athyglinna í lagi, já. Svo fórst að flækja margt. Já. Þá sást að þegar við virkilega prófuðum þetta með einhverju meiri prófun en tókum ekki bara amerísku atriðin sem er sérsniðin til að mæla þetta, þá fellur það í sundur, líkanið. Og en mér finnst þetta líka mikilvægt spurning sem þú segir um vinnumarkaðinn, eins og þú veist, við notum náttúrulega starfaflokkun Hagstofuna, það eru 1800 störf í starfaflokkun Hagstofuna. Það eru 300.000 störf í styttri útgáfu af starfaflokkun Hagstofu Bandaríkjanna. Já. Og ég veit að Guðbjörg Linda veit miklu meira um vinnumarkaðsþróun og kannski muninn á íslenskum og bandarískum vinnumarkaði sem að liggur svona til grundvallar í þessum fræðum. Ég veit ekki að þú vilt segja eitthvað um það, Guðbjörg Linda? Nei, það sem ég er reyndar að hugsa akkurat núna og takk fyrir að gefa mér bara orðið. Það er sko að því ég var myndið að þetta er svolítið eftir fóraspurði, ég var viss sko því að þú sagði að Stella hefði kvist mér. Ég var svona áhuga fóraspurði. En sko því þá var ég að velta hvort ég ætti að þvora að byrja þau að sko fabulera þessi kringum sko áhuga. Ég finnst áhuga rosalega erfitt hugtak en rosalega áhugavert hugtak. Og að ég velti mér fyrir mér og alltaf að spyrja þú í þessu samhengi hefur eitthvað svona að skoða það svo hvaðan kemur áhugin, af því áhugin er ekki fastur og áhugi og persónuleiki og störf ég er svona, já, mér finnst hugtaki áhugi áhugavert en ef ég varði hitt sem beint varði starfaflokkuna að ég hef meira verið að skoða og
tileinka mér umræðu og það að þegar við skoðum karla og konur, það var ekki fjallað kyn þarna til sömgi, en ég tók rétt eftir. En þá var hefðbundin karlastörf miklu betur flokkuð og meira flokkuð hefðbundin kvennastörf, sem hefur stundu þótt svolítið vandamál þegar við erum að fjalla svona kynbundin störf og þess vegna. Ég var að tala við nefnum í gær. Flest störfin í Hagstofnun Íslands eru á handverksviði sem að vinna með hluti. Þannig að það var svona, ég var að spara það líka hvernig það svona kæmi heim eða það truflaði ykkur í ykkar vinnu eða hvort þið væri eitthvað svona að vinna með það sérstaklega. Já, þessi kynjamáli í þessu, það er heil ormagrynja. Ég hef ekki tekið alveg heilan fyrirlestur það. Brjálæðislega kynjamunur í starfstöðu. Mjög áhugaverður, ég að byrja þessu takk eitthvað mjög svona. Ég takk þetta. En þetta með áhuga, þú veist, hvað er það? Það er einmitt það er bara það sem við erum alls ekkert sammála um. Holland segir að áhugi sé eiginlega bara persónuleiki. Það sé það sama. En ég er ekki sammála með það, af því að áhugi er eitthvað, það er svona samband okkar við umhverfið. Það er hverju við veitum athygli, hverju við höldum okkur við. Og hverju sem við sætumst í með að persónuleiki er ekki, en hann er samt eins og við hugsaum að lindisengun einhver liti. Og það sem er eiginlega alveg magnað, hann verður eiginlega stöðugur magnað. Hvað veitum við? Hann breytist ekki svo mikið. Það er bara mjög lítið. Það er eiginlega bara alveg magnað. Að hann breytist lítið. Athugasemd og spurning. Fyrst takk fyrir fyrirlesturinn og takk fyrir að halda á mömmu. Þú varst með einhvern agalega flókinn, hvað kallaður cross-cultural psychology? Þetta var alveg heilsetningin. Þvermenningarlega sálfræði, það er Nei, þú sagði þetta nefnilega. Ég ætlaði nefnilega að stinga upp á þessari þýðingu fyrir þvermenningarlega sálfræði. Það er eitthvað sem ég er alltaf að reyna að koma að hjá nemendum mínum. Talað þvermenningarlega sálfræði, þá er ég með mælitæki sem ég hefði svo gaman að prófa saman með þetta áhrifasvið. Það er á lífsgildi. Það er einmitt svona... Er það svart, segja? Já. Við þurfum að tala saman. Við þurfum að tala saman. Það væri alveg svolítið gaman að segja hvernig lífsgildi marka saman með áhrif. Og það jafnvel skýrir meira eftir persónuleika. Hvað gerist mikilvægt og ég verður til lífinu, hvað stýrir þessu verður persónuleika og öðru gerð. Sem er eiginlega þessi lífsmarkmið líka. Já. Það fer eftir því, já. Það er svona, þarna erum við góðna mjög fest í sveði, en ég sagði þetta við Ragnar þurfum að fara út í horn og eftir í skoðun. Þetta var svona kommentið en sem var spurningin. Hvaða mælingu notar þú til að þetta lífsmarkmið? Heyrðu, góðspil Robert og Robbins frá 2000. Þeir eru einu sem eru búnir að gera lífsmarkmið sem eru á svona sama svona level og áhugasvið með persónuleiki. Það sem erum alltaf að lenda í vandræðum með samt við goals, markmið, er að þau eru alltaf miklu svona sértækari. Bara markmiðið að fá sér eitthvað í hádegismat eða eitthvað svoleiðis. Og þeir eru einu... Þá aftur að taka saman. Ég veitur hún segja þetta á mælitæki, aspirationsindex, sem er líka svona hringur. Já. Og þetta tengist gildum og raunverulega þörfum, needs. Hér er að þróa slíkt rannsóknarskip. Já, algjörlega samanlega. Í beinni. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Ragnar. En við langaði að bjóða forseta sem hefur minnst áhrif. Sæl. Já. Flamingir. Já, takk fyrir það. Ég ætla ekki að fara út í að halda langa afsökunarræðu, en lofræðan sem ég var búinn að semja þig, það er kannski spurning hvort ég tek hana núna, Já, mér finnst það alveg. En ég ætla að byrja á því að kynna mig. Ég er sem Daði Már Kristófersson og í dagbókinni minni stóð að þetta hér byrjaði klukkan 4. Ég biðst afsökunar á því en ég var að stýra fund út í bæ og hefði aldrei dottið til hugar að gera það ef mér hefði boðist að sitja hér og hlusta á hana Sif tala sín rannsóknar viðfangsefni sem eru miklu áhugaverðari en nokkuð það sem að sviðsforsetar annars fást við. En ég er hér núna og ég er hér núna til þess eins þá að heiðra Sif sem að er fint í dag. Ótrúlegt.
Ég reyndi hana þegar hún hélt þessu fram en ég verð bara að sætta mig við að sumir bera aldurinn betur en ég. Ég er ekki 50 til dæmis þó að sumir öflust giski á það. En mér langar, þó ég sé fullkomlega hæfileikalaus á því sviði, svona svipað eins og að halda dagbók, að reyna að vera forsöngvari. Nei, það er búið. Er það búið? Ég trúi þér. Þetta hefði þurft að informera mig ég er búin að æfa mig í marga daga. Nú jæja, þá get ég sáralítið annað gert heldur en bara óska þér til hamingju. Ég verð að fá að koma til þín eitthvað. Þú voru að segja mér eitthvað starfsfélaginu. Ég get gert það í lofræðinni, en það sem ég hefði átt að gera hér í upphafi er að óska sér til hamingju með þennan áfanga sem hún hefur náð. Þetta er æðsti áfangi sem að nokkur nær í akademísku starfi innan háskóla, það er að verða prófessor og til hamingju með það. Þessi áfangi er nú svona eitthvað sem að gerist yfirleitt seint í ferlinum og þess vegna finnst okkur mjög viðeigandi að fólk fái tækifæri til þess að koma hér eins og Sif hefur gert í dag þegar, þó ég hefur mistað því, og fara yfir það sitt ævistarf fram að þessum punkti og kynna það fyrir gestum. Það sem að mitt hlutverk var að einfaldlega lýsa þessu og síðan bakgrunni Sifjar, en eins og gefur að skilja að þá er hún doktor og er með doktorspróf frá University of Illinois Urbana-Champaign og með meistarapróf frá sama skóla í ráðgefandi sálfræði og með BA-gráðu frá Háskóla Íslands. Hefur verið prófessor hérna hjá okkur frá 2014. Þannig að það var þannig að við ætluðum að halda þessa innsetningar aðtöfn fyrr, en af því var það ekki fyrir núna, en það er náttúrulega varla hægt að hugsa sér skemmtilegri svona samslátt en að standa á 50 og prófessor sama daginn, eða svona allavega hvað varðar þessa opinberu kynningu. Búin að vera dósent hér hjá okkur við Félags- og mannvísindadeild síðan 2005 og hjá Kennaraháskólanum þar á undan og hefur sinnt fjölmörgum trúnaðarstörfum, meðal annars til margra ára formaður kennslunefndar félagsvísindasviðs og þar af leiðandi setið í kennslunefnd háskólaráðs og verið leiðandi í þróun kennsluhátta á félagsvísindasviði. Til dæmis var það meðan hún var formaður í kennslunefnd sem að núverandi stefna félagsvísindasviðs í kennslumálum var samin. Þannig að það er geysilegur fengur fyrir Háskóla Íslands að hafa eins flottan starfsmann eins og Sif er. Og má ég núna fara að pakka? Já. Ég er með nokkra pakka, af því að ég hef komið seint og þá kemst þú í deitarinnar alls ekki, en við erum hérna með pakka frá sviðinu, eða þessi fyrsti hérna. Takk fyrir það. Og til hamingju með áfangan, akademíska áfangan. Já, takk. Síðan er ég með pakka frá Tintin. Hann er meira svona til hamingju með lífsáfangan. Já, ok. Ég legg þetta aðeins frá þér. Það er gott að glóma fólk í fjölskyldunni. Takk fyrir það. Og til hamingju með þann áfangan líka. En takk. Þú bara skilar kostunum til Helga? Ég ekki strax, en ég las hann. Já, vá, gaman. Takk fyrir það. Takk kjálna. Nú verður boðið upp á veitingar. Háskóli Íslands eins nægjusöm og spartönsk stofnun eins og hún er býður upp á mjög fátæklegar veitingar en Sif bætir upp þar sem að Háskóli Íslands sleppir, þannig að það sem er almennilegt og allar vínveitingarnar eru Sif að þakka. Brauðið og vatnið skaffar Háskóli Íslands. Og ég vil biðja ykkur í boði þá Sifjar og Háskólans að þiggja þessar veitingar. Þær eru verða veittar í kaffistofu félagsvísindasviðs sem er að finna í Odda. Við erum auðvitað stödd í Odda. Kaffistofan er eins og við sveitamennirnir myndum segja í vesturendanum á húsinu og er upp á annarri hæð, þannig að önnur hæð og í vestur. Og þar gefst ykkur tækifæri til þess að ræða málin frekar og spyrja Sif frekari spurninga. Ég vil þakka ykkur fyrir komuna og þakka Sif fyrir örugglega sitt frábæri erindi sem ég þarf bara einhvern veginn að fá prívat flutt við síðara tækifæri.
En þá formlegri dagskrá lokið og ég vil biðja ykkur að skrifa nú í gestabókina sem hér fyrir framan dyrnar og þiggja síðan veitingar í kaffistofunni. Takk fyrir.